Sko, Þetta rung á milli því ykkar Þröstur og Birgir Þetta er orðið mjög skrítið sko. Þetta er orðið Ínu upp í sko þegar maður er að Davíð, við skulum prófa að mæta ekki næsta þátt að sjá hvað gerist það er bara, þeir eru komin í bara live sex show Það verður móða á það er glugganum bara live sex show hérna í einhverjum podcasti Það verður móða á glugganum sko. heyrist alveg það er ekki gluggið heyrist alveg ok, áfram góðan og gullfallega Góðan dag. Erum við byrjað? Ég var að byrja. okay. Halló Herðu, þetta er stór þáttur Herði, býtu huge þáttur Velkomin aftur já, takk fyrir Já, Daði og Strákarnir. Þröstur það er ekki annað, sko, þegar þessi fullt hús ef þið verður að taka upp þennan þá er ekki annað hægt en að hafa alla Ég veit það þetta er, Jólaþátturinn já, þetta er ekki bara jólaþátturinn takk fyrir að steal the thunder Já, ég veit það. þetta er ekki bara jólaþátturinn þetta er 100. búblur og bjórþátturinn þetta er 100 Daði, þáttur 100 geggja sko já Á jólunum Á jólunum Baby Jesus og við bara verðum að fara að vona að nú fara einhver að hlusta á þetta skilur það er bara að vera óskandi einhver myndi hlusta á þetta Það kemur að því Jó, Á öllum helstu streymisveitum Það er fullt af fólki wink wink Það er kannski ekki hérna konunnar okkar en Konurnar okkar hlusta alls aðrir ekki. þarna. Það er eins gott það eru bara fegnar að við förum út á húsi hérna til að taka upp Shit, sko, mín veit að við erum að þessu En guð minn góður vonandi hlustar hún aldrei Nei, já ég veit að mín hlustar ekki sko. sama, veist, ég er búin að segja að konu mín elskar dicks og eitthvað svona Já, ég Það- kallaði mömmu mín á hóru Já, Jesus það Sko, er þegar Birkir kallaði hérna konu sína elska dicks Já. eitthvað það fallegasta moment í heimi þú varst ekki að meina það en þetta var rann svo fallega út Já, veist, elskar assholes Nei hann gerði það aftur Sko Oh my god dicks and assholes maður. Nei Þórun við þurfum að ræða saman Eða Hvernig hafið það? God. Moving on Bíddu, ég veit að Chris er að hlusta Chris er að senda þessa klippu á Þórunni Alls ekki Oh my god eða Silja í Noregi Þórunni elskar dicks og assholes þá veitum við það Shit, nei Birkir eldröður í framann Þess vegna lampar er svona skringilega Birgir Moving on þetta var svo óöfnilegt Shit Me and my big mouth þetta byrja vel Hvernig hafið það samt? já, góðu bara Glaður Jólin alveg að koma Alveg að koma jól Þetta er hó Þú hvernig kemur þessu upp, segir Þetta kallar mig hó þetta er 21. des 21. það er bara 3 dagar eða þannig Þrír dagar í jól. eða fólk er að hlusta á þegar hann kemur út Þetta er jólin er að koma Hvað er besta jólalæð? jólahjól Nei, hérna Nei ó, fyrirgjöðu Jólahjól Skildi að vera jólahjól peppandi lag maður Nei. Hress. Nei, það er hérna Nei. útlenska lagið þar sem að þau eru tvö og eru bara blótandi hvort öðru, hvað var það aftur? Við vorum búin að tala með þetta áður New York hérna eitthvað Blótandi hvort öðru Já, veistu hvað þetta er? er ekki New York Story eða eitthvað Nei, þau eru skoska eða írska já, en þetta heitir eitthvað New York eitthvað Fairy Tale of New York Fairy Tale of New York, thank you Já, ég ætla að segja það lag það er þetta fínt sko Þegar þau eru bara eitthvað, you fucking faggot ég er satt enga skoðum Þau segja það. þau segja það minnst flest jólalög leðileg það er búið að banna þetta lag í Bandaríkjunum Já, það já típist maður en á sama tíma má hérna Cardi B eða eitthvað syngja hérna Whereas Pussy Pussy Já, eitthvað. akkurat það má en ekki þetta jólalag Nei, það var hérna Baby, are you cold tonight eða eitthvað, var ekki það sem það bannað? bæði held ég Nei, Baby, it's cold outside já, ég held að Já, af því að það var eitthvað svona rape vibe Geggjaður jólaþáttur en Whereas Pussy má Já, Sko þetta er Pumpkins eitt af það besta sko We're gonna get sued þetta er mjög gott þetta er rosa gott Billy Corgan, slöktu, þetta er Billy Corgan hann fer all in í svona, hann elskar málaferðli sko. Tær okkur stopp Mariah Carey
Þetta er besta jólin á leiðinni Þetta er, sko, þetta heldur henni elskunni á lífi, þetta eina lag en þú veist, þetta er samt bara með við tölun, en að googla hvað hann fær svo mikið pening fyrir þetta Já, við rættum það í einhverjum þætti ekkert um hann Var það síðustu jól? Já Það geti hafa verið Í síðustu jól þetta Hata þetta lag Nei, þetta er náttúrulega bara indislegt Hvað er þetta? Já Þetta er æðislegt Er það íslenska eða enska? Íslenska Herru, hún fær 2,5 til 3 milljónir dollara á hverju ári Bara fyrir þetta eina lag bara fyrir þetta eina lag Easy life, maður Fuck me sideways Birkir, ég er hérna sko Ghostbusters Nei Þetta er svaðaleg útgáfa af þessu lagi Þetta er hérna Little Drummer Boy jú Þetta er hérna Geðveik útgáfa Kristið band Strákar, þetta er 100. þátturinn, við getum ekki Nei, látið þetta er taka hann út jólaþáttur af við getum ekki látið taka hann Þetta er út af jólaþáttur Já, en við getum ekki látið taka hann út af streymistundum því að þið er að deila jólalögum minna, hægri vistu Nei, það er Er ekki einhver 5 sekúndar regla með þetta? Fyrir ekki Party It's a pooper myth Já, Nei, ég bara Party pooperinn mættur Ok, fine Hörru, við hvað Við ætlum að vera með Ég ætla að vera með Secret Santa Já, klikka aðeins hugsaðu það ekki alveg til þetta Hörru, já Sko, ég skal útskýra Ég var með geggjaðu hugmynd Að vera, allir myndu draga einhvern En við vorum allir heima okkur öðrum Svo ég kem bara, herru, ég er með bestu hugmynd ever Sika ekki upp Og ég ætla bara að FaceTime strákana Ég ætla að skrifa bara nöfni niður Og síðan læti ég Þórun á sig draga Og allir láta síma sig niður Og ég hefði Davíð, niður Veistu hvað eitthvað svona Herru, og síðan þegar við vorum búnir að draga, allir búnir að draga Herru, þá var byrjað Þórun svona að setja upp nafnið hans Davís Ég kalli, já, ég dró hann maður Hvað er þetta, veist, hvað bull er þetta Sér hann goodbye, elsk ykkur, whatever bla bla bla, fuck ykkur Eitthvað, maður ekki hvað ég sagði Eitthvað svona í þessum dúr, Já, en sagði ég elska þig við þig ég elska þig Herru, og síðan þau búin að skella Og þið voru allir bara, þetta er svo flókið maður Ég kalli, nei, þetta virkaði Herru Sér góð Þórur, ég skellt á Þórun bara Þú skrifaði nafnið hans Davís tvisvar, ég leið Ég skrif út að Think about me much? Já, nei, veist, ég var ekki að skrifa mitt út að ég var á staðnum Sem þýðir það, ég held að hann hef aldrei skrifað Daði Þetta eru 3 nöfn Já, hann skrifaði ekki Hversu flókið getur þetta Hann verið? skrifaði þitt tvisvar og mitt aldrei Þetta eru 4 nöfn Já, þitt eigið og 3 önnur Já, Hversu flókið getur þetta verið? þetta var aðeins svo flókið Þetta gekk ekki upp Herru, sér hringdi ég aftur og þau voru bara, hvað nú? Ég klúðraði þessu Svo ég lét Þórun á sig senda veist, allir fengu eitthvað nafn Ég hef ekki hugmyndum sko. Fokk fyndi ef einhverju 2 fengur sama nafni hérna á eftir Herru, hver Þórunn vil klikkar byrja ekki, að fá pakka? Secret Santa, Já, mér er alveg sama Ég bara, einhverjir Davíð fyrst Ég ætla að fá að vera hérna að gefa senastur Ok. Það er sem ekki Thunderstealer Takk Þröstur, er þú minn jólasveinn? Herri, ég er jólasveinninn þinn Og ég opna núna Opna núna og lístu þessu og lestu upp korti Kortið Kæri vinur, bestu óskir gleðileg jól Gott og fasta komandi ár, njóttu vel og lengi Þinn elskugi, Leini Svenki Leini Vá, ég var ekki svona romantískur á mínu miða Ekki ég heldur Ég glemdi miðanum Hvað er Davíð að fá frá Secret Santa Þrösti? Bjórkassi Light, það er eitthvað annað í Fullur af kassanum plasti Hvað er í bjórkassanum? Rífðu kassanum Ekki bjór Kassin er komin í móla Hulk Smash Hvað fjastu? Í pók Nei, Famous Cruise Whisky maður Ég veit að þú ert svolítið viskikall og því finnst það svolítið gott Var þetta nokkuð yfir budget? Þetta fór aðeins yfir budget en Við sögðum 5 skall budget Já, ég fór 3 eða 4 skall yfir sko Jesus, Já, þeir ég- eru ömulegir ég fór aðeins yfir Please enjoy responsibly Nei, já, þá get ég ekki þegið þetta En mér er samt best að ég fór svona landið yfir budget knúsaði- Ég fór landið yfir budget og fátt að ég var nýtilegt, þetta er bara gaman Já, ok Ég er svo langt undir budgeti sko Já, ég fór landið yfir sko En eins og segi, ég fór landið yfir með budget en það er ekkert nýtilegt, þetta er bara gaman Ok Ég skal vera næst síðastur Ok, hver ætlar að gefa næst? Ég ætla að gefa minn seinast
Ok, þið eru búin að panta næst síðastu þannig að það hlýtur þá að þurfa að vera ég að uppljóstra hver ég er Já. Þröstu minn, gjörðu svo vel Ég á þig Ég fæ hérna stóra Þröstu fær risastóra pakka Það kannski er faraðirinn í þessu, ég veit það ekki Þetta er En lest á miðan Herru, þetta er risapakki sem er 40x50 Hann er mjög stór Hann er svo stór að ég eiginlega get ekki staðið við mikrofón En hvað stendur á miðanum? Mikrofónin er sveigjanlegur sko. Já, þú getur beitt hann Til Þrastar Frá Secret Satan Skrifaði ég þetta? Nei, ég korta svo yfir Satan og skrifa Santa fyrir neðan Ríð þetta bara maður Þetta er ekkert þú veist. Ég er með skæri hérna Er þetta kassin utan á hérna Sonos hátalarunni? Nei, hann er langur og mjór Það var soundbar Insert dick joke here Þetta er svo velinn pakka Já, ég vandaði mig Fagmannlega Þetta pakkaði var Ólöf að pakka Nei, ég pakkaði þessu Nei. Jú, þetta var bara eitt kvöldið allir var að sofa og satt ég bara hann í stofu að dúlla mér Varstu með bjór við hundina? Já, ég held að var með bjóru hundina Það er þetta árið Það sést á límböndunum Öðruvísi pakka maður ekki inn Ég þurfti að hafa þetta nú svolítið gauralit Þetta gæti ekki bara verið fancy og flott sko Ég þurfti að vera smá svona augljóst að kallmaður pakka þessu Já Þetta er rosalegt Þetta er alvöru Hann er ennþá að rífa af þessu Já Þetta er ekkert smá pakki hérna Þetta er blandi póka Já, pakka Hvað erum við Hvað er með? í þessu? Oh my god, þetta getur að fyrir Hvað er í þessu? Ég teka mér hérna en dólinu það Oh my god Þetta er awesome Það er bjórhattur maður Bjórhattur Bjór hjálmur Já, hjálmur, já Með bjórnum tilbúnum Yep. But wait, Lítið there is vel út more. sko. Meira. Er þetta frá þetta? Nei Það er Trump Kotti Þetta er awesome Tröfkvoti, geggjaður Trump Kotti Er meira? Já, Wow já, opnaði þetta kallið minn Hann er rétt að byrja Í alvöru, hvað er þetta marga gjafir? Eitthvað aðeins yfir budget Wow Herru, þetta er eitthvað svart Herðu, er þetta Þetta eru bjórbelti kallið minn Bjórbelti 2 Góðan daginn Þannig ég geti hlaðið á mig hérna yeah. Þetta er svona svart er svo tactical bjórbelti bara Þetta, veistu það, þetta verður Sérsveitin. geðvegt í útilegunum Ég veit það Geðvegt Shit Wait, there's more There's more God Þetta er eitthvað annað fyndið sko Nei, hvað Þetta ertu með sko. núna? Þetta er geðvegt Herru, nei Oh my god Herru, það er Trump gríma Latex gríma Latex gríma Alveg yfir allt höfuðið maður Nei Holy moly Give me a kiss, darling. Quiet piggy I was not on Epstein's Island Wait, there's more Já, Í meira alvöru, er meira Þú ert að gera svo lítið orður einum dagi Nei Og hérna er ég með fallegan lítinn kassa ofan í kassanum Vá, hvað var þetta mikið? Mats fingur Nauðsynlega hlutir í bústæðin Þetta er ógeðslega kjút Þetta er svona diorama Já, Þú getur tekið plastið af og tekið upp úr Má ég sjá það? það er lítill ofan í kassanum er svona miniatúrs sláttuvél Má ég sjá það? Býtu Þetta er allt fast nema verkfærin í verkfærakassunum Ég held það Það er Playstation að noni og sjónvarp og... Þetta er allt sem ég þarf í bústæðin Shit, Geti Tröppur Hvar getið sótt þetta í raunstærð? Heyrðu, þú setur þetta og færið svona örbylgjóðnir sem þú notið í Back to the Future þegar það setur pítsun inn Já Svona hydroll Já, og stakkar þetta Akkurat Ekki setja þetta í öfningöfni Þetta er ríkala fyndið shit, þetta er rugglað sko Wow. Ég vildi hafa þetta gaman Awesome sko Ógeðslega fyndið Þetta var skemmtilegt Ég veit ekki ímyndað eitthvað hvað ég hló mikið þegar ég var að panta þetta allt Vá maður Þessi gríma er náttúrulega eitthvað annað dæmi Awesome sko Þetta Sama er svip og kúfi. Gríman er náttúrulega bara beint í Setnarbyggi sko Já
Herru, ég tók Roleplay maður Ég tók vídeo af þessu og við setjum þetta á TikTok TikTok á Instagram Fucking hilarious Herru, ok, ég Já Lengsti tími fór eiginlega í að líma þetta í Mér finnst þetta geður En þú getur tekið litlu verkvarinn upp úr örkvæðarkassanum Þeir eru laus Ég pakkaði þessu inn alveg sjálfur eins og sést á, það notaði ég svart svona rammaksteipa því ég átti ekki límband Birkir? Nota þessi svart rammasteip Já, ég átti ekki límband Fyrirtæki sem vinnur hjá Selur svo leið sko Já, Birkir Bóner já. Birkir Bór, já, fallet bref Gott kort Þetta er líka bara svona A4-blað bara eitthvað klift eða hvað er Nei, þetta er alveg þetta? Er þetta umslag umslag, vá Já, þetta er alveg umslag, alveg kort Er þetta under budget? Ekki pínu En ég er ekki búinn Er ekki búinn býtu nú við Þarf ég að lesa Já, Ó bói, hann kann það ekki, þú veist það Til Birkir Bóner já, Elska þig, þinn vinnur Hver? ég Ég gerði bara punktur af því þetta átti að vera secret Santa Ég, þú veist Ég? Já, Þetta er svona, þetta er minnsti pakkinn hingað til góði hlutir kom í litlum pökkum Wow, herðu, hvað ertu að Þetta gefa er hérna? minnsti pakkin hingað til Ég veit hvað þetta er, ég sé það strax Ok, Já, ég vissi þetta Ég vissi að færa einhver í þetta Nærbuxur Með myndum á Davíð Með myndum á Davíð Ég vissi að færa einhver í þetta, ég var alveg með á hreinu Herðu, veistu hvað? my god Þórun verður Þú verður svo æst í þig nákvæmlega Do you want this? No thanks I like dicks Já, akkurat Herðu, og sokkar Og sokkar með í stíl Og sokkar í stíl Vá hvað ég er glaður að Davíð dró mig ekki Talandu það Nei Þú dróst okkur báða Nei Ó, Daði graði fekk hann stærri Ég fekk stærri pakk en þú Nei, Birgir pakkin var bara búin að rifna í sundur af því að teipið hélt ekki Já, helst ramastefið Við trúið Til Daða graða, ég elska þig þinn vinnur Puntur Hver gaf þér? I wonder who Hann er opinn sko Já, teipið losnaði Ég er ekki góður pakkari Ég var þetta 2 for 1 eða Nei, ég misti mig aðeins á Temu Hvað stendur á bólnum? Hvað Ég var stendur? ball with a body like this Who needs hair Ég ætla að nota þennan Þessi With a geggjöður body like Svo this er eitt í viðbót Þessi ekki geggjöður maður Hvað listi ég það? Var ekki eitthvað Nei, með? jú, bara litið það er inn í Þetta er hárbusti fyrir sköllóta Það er ekkert á honum Þetta er bara spaði Bastard. Nei, heyrðu Bánsinn Wow Oh my god Þröstur var líka Davíð making everybody look bad Þröstur þrútni Shit You dick Ég er svo ánur ég fekk ekki neitt með mynda Davíð á Býtu bara Og pítu bara Ertu okay. að taka hérna Ég gaf ykkur náttúrulega öllum í fyrra sko. Ég veit það Það er ekki að klikka á sattur Hvað var það? Bjór Já, Við lítum út þess að fá þetta hérna Já, það var alltaf viljandi á Birki Já Til þrastar þrútna Ég elska þig Þinn vinur Gleðileg jól og gott fyrir færi stelt komandi Þröstu 3000? Nei, þröstu þrútni Þrútni Ég er ekkert svo þrútin líka Það fór meiri tími að finna þessi nickname á okkur heldur en að velja þess Já, að ég trúi því Já, Baki já, þetta er eitthvað beint fyrir þig sko Þetta er eitthvað beint Þetta er kynlustæki eða? Nei Ef þú getur örugglega að nota þetta í kynlífinu Oh my god Alveg svo grímur á hann Nærbuxarna mínar Já, nærbuxnaðina Ég ætla að nota þær sko. Ég vil fá myndir af þeim í þeim Ég fekk svona nærbúið sem mynda konu minni Ég er ekki annað að mynda Hvað er það? Málband með myndanda Þetta er beint upp í bústað Þetta er beint um í Oh my god, málband með mynda Davíð Shit Wow Herri Það var seinasta gjöfin
Já, ég þarf að standa þessu Það mjög vandræðilegt ef að Birkir dró mig ekki og Davíð eða Þröstu fá aðra gjöf og ég fæ ekki neitt þannig séð. Ok, the big reveal. Oh boy. Sko, ég hugsaði með mér, sko, hvað elskar Davíð? Nei, Daði. Oh boy. Hann elskar bjór. What the fuck? Hann elskar titlinga, sko. Oh my god. Það pakkaði inn eins og tippi. Wow, það að koma úr honum þannig upp. Pakkin nákvæmlega langur sívalningur með 2 kúlum. Nei, verður þetta þungt? Packing masterpiece, maður. Þetta alveg út á tún. Þetta frábært. Því líka pakkingar. Þetta svo góð pakki, sko. Eitthvað inn í þessu tippalaga hérna? Já. Þetta bara að vinna að opna þetta. Þú lítur svo vel út. Gekkja sjónan. Herri, við erum að taka þetta upp til að Wow. Þetta langt mjög. Já, maður! Closet golfset. Herðu, Þú elskar golf við erum líka. svona kallið sem að ég skýt. Þegar þú ert að skýta, þá getur þú verið í þessu á meðan. Tjóðlega til í þetta, maður. Hvílt TikTok. Já. Jæðu. Og elskar titlinga og golf. Og síðan eitt í viðbót. Þetta er rosa erfitt, sko. Það eru skæri á borðinu. Veit hvað, þegar ég var að pakka þessu inn, ég grét úr hlátri. Ég grét Það úr hlátri. hræði mig aðeins. Það sé, ég er opnað þetta hérna. Nú er þetta mikið pappír. Lyft þetta. Já. Nei. Já, þetta er bara hálfrúta. Nei, það þurfti Bara hálf. Það þurfti að vera pungurinn, sko. Það er bjór! I ate some. Jólabjóri minn, takk. Takk. Nice. Gæðvegt strákar, takk fyrir mig. Takk fyrir mig, strákar. Þú ýttir ekki á Jólin. Nei. Ég held að þú væri búin að íta á rekk. Davíð kann ekki að tækni að þetta er iPhone. Nei, hann rétti með síman og stór rauður hringur. Ég er bara, ok, hann er recording. Hann ýtti ekki á hann. Sko, Typical Android maður. Android. sko, Já. nei. Já. Android gerir það ekki heldur. En ég held að væri af því að var rauður hringur. Ég held að, Já, þú varst að ýta á hann. Sorry. Akkur varstu með svona mikið hérna. Til að gera titling. Það fyll upp í titlingin, maður. Ég tók mynd af þessu allavega. Nei. Það kemur með öllu hinnu. Já, þetta fyrir alltaf á Instagram og Sko, þegar ég eitthvað á var, TikTok. þetta er risa titlingur, sko. Þetta var Takk. Þetta var halva meter, sko. Takk fyrir. Og í gær, þegar ég var að pakka þessu inn, Já. ég var ekki alveg og síðan var ég að deyja og ég búið til kóngin síðan sko fann ég hvít snæri og ég brundin Þórum var bara þú ert svo mikill lúði þú ert 43 She's not lying. Þetta er fyndið, hún er eitthvað bara ertu með titlinga á heilunum? Já, pínu. Nei, ég er ekkert með titlinga á heilunum Pínu smá mikið. Stundum Herri, þá erum titlingar eru fyndir búin að koma þessi jólaævintýri til hliðar. Já, þetta var geggja Jólagjafa flippið er búið. Er þetta ekki það sem þú vildir? Titlingur og bjór. Titlingur, golf og bjór Titlingur, golf og bjór. Fínt, sko. Mjög fínt. Þetta var fyndið sko Má ég fá grímuna þín lána í kvöld? Ekki spurning. Svo lengi sem ég fæ að vera með. I'm gonna take you like a dog Not like a good dog Hvað er Piggy? I'm gonna show you how we did it at Epstein's Island. Yeah. You're gonna be a bad dog Já, But I was never there. you're a very low IQ person. Let's go to doggy style Sad. Let's do this doggy style Ok. Okay Herðu, hérna. Það var taka upp heilan þátt þar sem við tölum allir eins og Trump bara Pass. í 60 mínútur. Herðu, við erum búin að koma jóladönduna til hliðar. Við þurfum að tala um þetta er 100. þátturinn. Hvað er þetta podcast? Ég veit það ekki ennþá. Jól / Nei, 100. þáttur. bara podcast í punktur. Almennt, búblur og bjór. Almennt, hvað er búblur Bara og við bjór? að reyna að cancel okkur. Nei, þú ert að reyna að cancela Búblur og þig. bjór eru fræðslu þáttur Hann byrjaði klálega þannig. Svo er hann búin að Hann fara er, við vorum með
Hvað vorum við? Lærðum ekki neitt á þessu Jú, Nei, við erum búin að vera með alls konar. Við lögum upp með þetta sem fræðslu þátt og svo breytist það í svona escape, eins og þú kallar það Þetta og byrjaði við hefum gert margt, við hefum tekið fyrir þú veist viðburði áratugi hluti nokkur viðtöl þú veist, þetta er bara búið að vera alls konar og ég tók smá tölfræði á ég að byrja á henni eða á ég að gefa mangatul eftir eftir bara smástund sko. Okay. Þetta ferli sem er búin að vera núna í 2 ár er búin að vera fucking amazing við byrjum á sig hugmyndi mín var að koma þessum þætti af stað var bara til að challengea til dæmis mig út af því að fólk var bara nei, ekki séns, þú getur ekki talað maður er ekki alveg, have you met me? bara Gerir ekki annað en að tala? Já, og ég náði að dobla Daða í þetta og með Daðili nei, veist ég ekki alveg, búblur bjór You had me at bjór já, ég er alltaf alveg, góðan daginn búblur bjór, Daði alltaf alveg já, svona heilóþúan og hann var alltaf alveg, nei síðan alltaf bara, skulum tala um tónlist fyrsta þáttinn, Daðili I'm in ég ekki alveg, yes En það var svo þáttur sem að fer aldrei í loftið Jú, við tókum hann, endur tókum hann Já, við tókum hann nokkur vikur setna upp Þið urðu víst alveg svaðalega fullir þar Sko, í fyrstu upptökunum okkar að því að sko þegar við vorum búin að ákveða nafnið og ákveða að fara í þetta þá bara pantaði ég stúdíó sett upp síðu svo í Birki bara, þetta er ready, let's go Eigum við eitthvað að shout out að stúdíóið eða? Shout out á stúdíóið Nei, Höfum við eitthvað tímann minnst á hvað? Jú, bara í byrjun bara í mörgu þáttum, já okay. En allavega, svo fór þetta bara í gang og við mættum eitt kvöld í upptökur bókuðum held ég 2 tíma eða eitthvað 5 tíma Nei, við vorum inn í 5 tíma við bókuðum 2 en þú veist, það var enginn á eftir okkur og við vorum svo sótfokkin ölvaðir Við vorum að syngja hérna sko Við vissum ekkert hvað við vorum að gera Við vorum bara blindfullir og rugglaðir Við tókum við 2 þætti Já og þeir eru upptökurnar eru til en ég hugsaði að fara aldrei í loftið Síðan vorum við síðan stoppuð þetta síðan ég er eitthvað bara karaoke maður maður og vorum að syngja og út frá því notaði ég notuðum við þegar við fórum í með Sverri Bergmann, hann kom í viðtal og ég myndi aldrei geta sungið fyrir framan hann bara í beinni eitthvað slags svo ég var alveg notaði fyllir í söngin okkar og svipurinn á Sverri Bergmann var bara já bara ekki alveg Við sögðum hann að það voru blindfullir það var ræðilegt sko. Nei, mér varst það gegja honum varst það gaman en allavega þessi 2 þætti fara aldrei í lofti og það er eitthvað sem við ákveðum blindfullir, það myndi ekki gerast þannig að það getur ekki annað en ég prumpaði svona 3 svar í mækin allavega það Í hvaða mæk? Þinn Oh, motherfucker Hann satt alltaf þarna og ég hérna Anskotin sko þegar við gerðum þetta þegar við fórum í þetta var ég hef aldrei hlegið jafn mikið á ævinni minni bara þegar ég prumpaði mækin og ég held að ég þarf að fara að hlusta þessu upptökur aftur Daði hefur aldrei hlegið jafn mikið Þetta var mjög fyndið þegar ég prumpaði mækin mjög spes en þú veist þessi 2 þættir Þið eru 5 ára sko ég þarf að fara að hlusta þessu upptökur einhvern veginn því þetta, þú veist, ef við ákveðum blindfullir þetta fær aldrei í loftið þá er þetta slæmt já maður, þetta er bara þá er mikið sagt þetta var rugl sko þetta er ég seti þetta myndband stundum á þegar ég er í fílu hlæja ég man þegar ég prumpaði mækin Var þetta á myndbandsupptöku líka? Já Ok Þetta er sko Hann er að leita þessu Já, veist ég er ekki með hérna Voru ekki fyrstu þættirnir Áts Ég var í nummer 2 sko. Sorry Þannig eru við fullir Þannig eru við mjög fullir Nei, ég veit ekki, þetta er bara djók Já, bara eitthvað Fyndu, smá pása
Þetta svo gott Þarna var Birkir að spila klippuna Þetta var mjög gott Í barasta maður Já, það var líka alvöru ripper sko Já, þetta er við að hlæja Þetta er við að hlæja Þarna vorum við Blindfullir 2 years ago Þú veist, ég er með fullt af tölfræði þáttinn en ég er ekki með tölfræði hvað er búið að drekka mikið áfengi við upptökur ég var til að vera með þá tölfræði sko. Það er eina tölfræði sem ég vantar það er shitload Ég myndi ekki vilja láta opinbera það sko. Við byrjum á því alltaf á föstudum til þess að geta drukkið og við drukkum ekkert smá mikið sem voru alveg bara við getum ekki alveg drukkið svona mikið hverja einustu viku og við tókum bara einn þátt í einu Já, alltaf einn í einu fyrst og við vorum bara fullir í hverju Já, bara hverju viku Allir fyrstu dag bara sem var maður alveg, I feel awful Það var hræðilegt Síðan komið þið inn þið tveir hann gullin ykkar og gerði þáttinn sko þátturinn Herpesbræður mættu Fyrsti þátturinn með herpesbræðum var trúmál Það var trúmál Geggjaður þáttur sko. Flottur þáttur og ég held að það hafi verið á ammælisþættinu mínum og ég er náttúrulega alltaf með ammælisþætt Þú ert ammælisjúkur Prinsessan hérna og þegar þau komið inn þetta var svo geggjað Það var skemmtilegt Rúllaði fallega sko. Þá var maður alveg They're pretty good these boys Var það þátturinn þar sem að þið gerðu TikTok og gerðu eitthvað hashtag herpes eitthvað og þá fóru fullt af einhverjum bandaríkjamönnum að taka lækna og eitthvað við vídeóið Já, það var þá Geggjað sko Hashtag herpes og allir bara check this doctor out Doktor þennan og doktor hinn eitthvað Þetta er bestu komment sem við fengið í vídeo á TikTok sko Það var svo klikkað bara prófa að tjekka á þessu Nákvæmlega Við þurfum eiginlega að hashtagga meira sko, svona sjúkdóma við vídjóin þá fara fleiri útlendingar að HIV Já, fyrir við ekki að grína af eðni og I've got AIDS Look at all the AIDS I've got and they're standing right behind me all the helpers Þetta ferðalag er búin að vera geðveikt Ótrúlega gaman Þetta er rosa gaman Ég trúi því ekki að það séu komin næstu í 2 ár Það er að vera 2 ár og 100 þættir sem þýðir að það eru 4 vikur í 2 ára þáttinn Tæknilega er þetta Við tókum smá pásu náttúrulega þegar ég eignaðist lítla gaurinn við tókum smá pásu Hann þurfti að fucking punga út einhverju barni sko. Bara einhverju barni Engin tillit sem þetta Ég var bara graður Þetta er bara, þú veist, Guðsónu minn Þetta er Guðsónu minn Þú tala fallega hann Þetta er ekki eitthvað barn, þetta er barnið Graði Hann þurfti að fylla hana eins og ekki þarna Við tókum smá pásu þegar litli strákur fæddist og það var bara stuttpása og svo komu Davíð hérna indefinitely fyrir að þegar ég þetta beila og síðan þegar Þröstu var búin að læra þá kom hann inn loksins þegar hann var búin að læra fullkomnaði Djúvöld varstu lengi með 10. bekkin maður Shit, 30 Ég var aðeins eftir á 43 varst að klára það maður Enda og þurfa að klára þetta í háskólanum Helvítis algebran að þvælast fyrir manni 8 sinnum þurfti ég að taka hana Hvað er svona eftirminnilegasti þátturinn daginn? Finnst þér? Finnst mér? Sko, mér fannst alltaf mjög gaman í trúmála þegar ég er algjör atheist og mér finnst heimska að trúa á Guð og eitthvað svona kjátaði sko Trúmál eru mjög ofalega Já, sama hér sko. Hann var alveg mjög ofalega Líka fyrsti Halloween þátturinn okkar Mér fannst hann geðveikur sko Það var mjög góð ógeðslega gaman Það var on point hann sko. Alveg, ég held að þeir svona þú veist, þegar ég hugsa tilbaka þá finnst þeir mest svona eftirvinnileg En þú Þröstur? Þegar við tókum pappabrandarana Já, hann var þetta góð Ég grét tárin runnu og mér var svo illt í kinnunum eftir allt brosið og hlægið Það var rosalega pappa þáttur Mamma gekk hérna út Hvað borðar gay hestur? Hei Davíð kom með hana og mjög góður mjög góður sko. Hvað borðar gay hestur? Hei Davíð tók líka hendina Hei Mjög fínt sko
Ekki að þetta við Já, sko, allir þessi þetta sem við erum að tala er bara ógeðslega gaman og bara allir þetta sem við höfum tekið upp maður er bara svo léttur þegar maður kemur í hann út Maður aldrei farið í upptökur og verið bara þetta var leiðilegt Nei, nákvæmlega Og vonandi finnst hlustundum áleika gaman okkur sko. Já, mér er bara alveg sama sko. Ég er bara Fuck you guys Nei, ég er að tjóka Nei, þú veist, þetta er bara Já, þetta er bara eins og við erum margvært sagt Þetta er bara þerapía fyrir okkur sko. Já, við erum bara þakkláttir fyrir alla sem nennan að hlusta Já, en allir þessi þættir sem að þið voru að nefna Trúarþátturinn, pappabrandararnir, allt þetta Líka bara fyrst í jólaþátturinn okkar Þú veist, að vera með svona þema eitthvað bara ógeðslega gaman skemmtilegt research og þú veist, bara I love you guys Alltaf, allir þættir Það segir þetta bara þannig í glasi samt Hey En ef ég fæ mér á mikið í glas, þá fer ég að lemja Já, ég veit það Beit ykkur heimilisofbeldi Hann var að viðkynna Þetta er En þinn Birkir, varstu búin að segja það? Sko, mínir eru þeir eru eiginlega allir mér finnst þeir allir ógeðslega góður Sko, ef við tökum eitthvað svona eins og viðtal með viðtal við Kíló fucking hilarious Hann var ógeðslega Hann er svo skemmtilegur Já Bara sögundar sem að kom með Bara rugglíf sem gæðinu átt sko. Síðan svo fyndi þegar Frosti kom fyrir mitt 2 árum og þá var maður alveg nei, þá var ekki pendullum búin að fara svona langt til vinstri og maður var ekki alveg þetta er ekki alveg svona rétt sér bara allt í dag bara, þetta er bara allt rétt hann vissi hvað hann var að tala þetta er allt líf og strákar bara alveg, nei, sér bara jú, það er alltaf komið í ljós að þetta var líf hann var aðeins undan okkur svo að það var mjög eftirminnilegt en síðan með sko, upprunalega átti að vera viðtal í hverju mánuði eitt viðtal veist, bara þátturinn sín eitt viðtal og við byrjum með þessu og síðan var þetta bara orðið ömulega leiðilegt að reyna að finna celebrity út af því að sum celebrity eru bara of góð fyrir litla kallinn og við vorum búin að þá var ég alveg bara, ég nenni þess ekki þetta er vinna sko að við sáum alltaf að skilabóðum sín, ekkert svar og sum af þessum celebum ég ætla að call ykkur út sko, ég ætla ekki að nafngreina ykkur ég ætla að call ykkur út sum af þessum celebum hafa komið í öðrum viðtölum og annað og sagt, ég segi alltaf já við öllu svona því að ég fekk tækifæri og ég vil gefa öðrum tækifæri ég hef alltaf sagt já nei, stundum sínaru og segir ekki neitt motherfucker allan að 3 af þessu celebrity eiga eru með þátt á FM ég er ekki nefna neina nei, en allavega sko, þú veist allavega 2 þeirra segist alltaf að segja já þú veist við sendum á Hollywood fólk fleiri neitt og þar fenguðu svar en íslensku celebin sem að bæði og einast að þau græða á að vera íslensk celebir það að þau fara fram fyrir bifreiðin á austur þau svar ekki en Hollywood-liðið það svarar nei þá eða já, og bara allt í góðu og þó að sé nei það er bara í fínu lagi en að hunsa fuck off þú veist, lágmarkskustir þessi að svara við erum góðu með nei, það er allt í lagi en þú veist, að sína ekki neitt bara nei takk bara, þú veist, þá ertu bara uppfullur að sjálfu þér akkurat það er bara mjög einfalt að segja bara ég hef ekki mjög einfalt að segja, kemst ekki, nei takk bla bla, allt í góðu takk fyrir að hugsa mig en þú veist, við, sko ég eldist við þegar Daniel Stern kom ekki að taka upp eitthvað þá sendi ég á publicistan hans, ég fann hann actually hann sagði bara, heyrðu, bara takk fyrir að reach out en hann bara hefur ekki tíma til að koma eitthvað svona ég bara, ekkert mál, bara, mér langaði bara að spyrja bara, henda bara, þú veist út í kosmosin svo Aaron Moten, það er gaur sem að leikur í Fallout-seríunni og hann er í, sko það eru 3 aðhlutur, hann er einu þeirra hann býr á Íslandi hann á íslenska konu, sko en hann er í Hollywood herru, hann, býtu, ég skal leipa fram með Birkir Birkir að fara að pissa ái maður hann datt heyrnartólið mín en allavega Daniel Stern sagði nei, allt í góðu Aaron Moten sem leikur í Fallout-seríunni hann leikur Maximus fyrir þá sem horfa á Fallout ég eldist hann 2 svar með alveg nokkra mánaða millibili bæði skipti nei, ok, ekkert mál en hann fucking svaraði hann er frægur í Hollywood, ekki í miðbænum í Reykjavík, skilur við þannig að bara so sorry, en þið sem að segist alltaf að segja já og bullshit
sína og svara ekki, segið bara nei. Já. Nei takk, ekkert mál. Já, sammála. Ekki vera svona uppfyllað Smá decency, sko. Já, come on sko. En ég verð að gefa shoutout á Krissu. Hún kom í 2 þætti. Já, Hún er frábær. hún er heiðuskestur. Já, Hún er alveg gjössalega frábær. hún er celeb í okkar vinnarring. Algjörlega. Krissa, Já. legend. Legend. En eins og segi, bara þú veist Hollywood fólki svaraði. Já. Gæðinu sem fara fram fyrir biðræðinu miðbæ Reykjavíkur, svöruði ekki. Akkurat. Come on. Keirum á 10 ára galnum skóta, þú veist, bara hver í fjandanum ert þú. Búa í svipar íbúðu við, Já, sko. akkurat. Þú veist, það er ekki að sé einhverjum villum, sko. Nei, já, ég er sammála. Já, en þú veist, þeir sem hafa komið viðtal til okkar, eins og Sverrir Bergmann og Þórhildur Þórhalds, Kíló, Frosti Loga, þú veist, toppmenn. Já. Algjör toppmenn, Og bara- rosa gaman með þeim. Já. Gerum símarrekk á bróðum minn með Þórhaldi, það var fucking hilarious. Geta ekki gleymt því. Já, mjög fyndið, Já, sko. mjög fyndið. Bara geggjað karakter sem var með, sko. Já. Býtu, Birkir komin aftur? Já, Birkir. Þetta var svo gott maður. Meiddirðu þið nokkuð þrjú dast, eða? Meiddirðu þið nokkuð þrjú dast? Hann flætti sig aftur hérna þegar lappa tilbaka, sko. Það eru snúrur og jólapakkar út allt hérna. Ég datt aldrei sko. Nei, Alright. nei. Þetta er ekki mynd. En herðu, við erum búin að tala um hérna selebin sem fara fram fyrir röðinir í 100 en Hollywood-liðið sem svarar. Já, þetta er Þetta er vandræðilegt. Já, mjög Let's call out their name. Nei, þú veist, þetta eru fjölmargir. Þetta er ekki bara þessir gæja með þátt á FM, skilur við. Þetta er miklu fleiri en það. Já. Þú veist, Já. að bara, við erum búin að reach out á fullt að liði ógeðslega margir sín, ekkert svar, segið bara fucking nei. Nei, Já. nákvæmlega. No fucking problem. En ég vil alveg sko, það er, þú veist, nú var ég aldrei partur af þessum viðtölum. Það var svolítið áður en ég kom inn í þetta. En ég var alveg til í, þú veist, ef einhver hlustandi eða eitthvað veit eitthvað sem að, þú veist, eitthvað áhugaverðan, það er ekkert að vera eitthvað súperstjarna. Nei, nákvæmlega. Þú veist. Það verður gaman að bara fá smá feedback frá hlustendum. Hljómar eins og Davíð sér að fá guggu í gummibáti til að kíkja hans á hana. Herru, það verður rosalega gaman að fá hana. Já, fyrir ykkur tvo. Já. Boobs. Ég er með svona statistik yfir vinsalasti þættin okkar með mesta hlustun. Það er til dæmis fyrsti þátturinn sem var fóbíur. Fóbíur var mjög, ég væri til í að hann skoraði mjög hátt, sko. Þá vorum við allir 4. Hafið einhverja bara ég og Birkir, ekki? Jú, það var bara ég og þú. Já. Hafið einhverja fóbíu? Hefur þú, Davíð? Enga actual fóbíu. Fóbía náttúrulega er bara lamandi ótti við eitthvað sem að er á ekki, þú veist, Ég veist, rétt á sér. fóbía er svona, veist, ógislega óþægilegt eða eitthvað. Nei, sko, fóbía í fyrsta lagi er eitthvað sem að er ekki rökrétt. Þú getur ekki verið með fóbíu fyrir ljónum eða háköllum, skilur, af því að það mun actually drepa Hefur þið séð Jaws, eða? Sumir hafa fóbíu fyrir sjó. Sjó. Já, það er actually af því að það er órökrétt. Ef þú kannt að synda, skilur, þá sjórin í sjálfum sér ekkert hættulegur. En ljón og tígristýr og allt það er í raun og veru alltaf hættulegt. Kóngulær, eins og arachnofóbía sem er kóngulóarfóbía, er, þú veist, það eru skriljón tegundur af kóngulóm og bara brota af þeim er actually hættulegt. Þannig að það er órökrétt að vera með hræðslu við kóngulær. Þú veist, fóbía er eins og papafóbía sem er ótti við páfan og elektrófóbía sem er hræðsla við hænur. Herðu, sorry, má ég skjóta inn einu viðbót annars Selum sem svaraði. Já. Hann er stór. Já. Jeff Daniels. Nei. Það går svar frá publicistan með hans. Já. En ekki frá hinugurunum á Íslandi. Var hann á Íslandi? Hann var á Íslandi að taka upp, já. Ok. Þrösti, ertu með einhverju fóbíu? Sorry. Herru, sko, ég bara myndi allt einu. Þetta er bara út af eitthvað hjúkar reynda að tróða eitthvað hann upp á eitthvað spítali í langa gamla daga. Ertu með fóbíu fyrir pegging? Það er bara, ef það kemur eitthvað nálægt hinugatinn á mér, þú veist, bara nei. Bara nei. Er G-bletturinn eða? Mér er alveg drull. En ef að hjúkan er rosa sæt? Nei, bara það er bara ekki séns. Það fer ekkert annað þarna nálægt heldur en klósapapir. Þú veist að við erum að komast á þann aldur að þetta þarf að fara í tjekk reglulega, sko? Já, mér er alveg drull. Það er bara ég er ekki að fara að gerast. Ég skal tjekka því. Eins og þú sagði, Davíð, þú veist, það er til fóbíur og það er til hræðslur og það er til, þú veist, óþægilegnd. Þetta er fóbía. Okay. Þú veist, það fer ekkert þarna nálægt nema klósapapir. En Daði, okay. Hlaupabretti. Er ég með fóbíu?
Að svitna. Ég veist, ég meina, hann kjánar þetta hann kjánar þetta keiri ræktina til að hlaupa á einu stað, sko en hérna nei, fóbíu, nei, þú veist eitthvað sem mann eftir nei, ég held ekki Fyll á drikkin held þessi laus við það Fæ ég einn hjá þeirra? Einn eftir? Þú getur tekið svona hjá mér, eitt fyrir mig og annar fyrir Birki Og eitthvað fyrir mig líka. Náðu bjór, Davíð, go Thank you Nei, ég man ekki eftir nefndi fóbíu sem að er ég með einhverja fóbíu? Hollur matur. Það er með kassa hérna fyrir fram. Já, annar í ískáttum Já, þegar hann er kaldur. Ískáttum, já Svona. Ég held ekki með nefndi fóbíu Ekki? En þú veist, það er samt alltaf keiri ræktina til að hlaupa á staðnum, sko Það er bara mitt point, sko Þú gerir meira heldur en hlaupa staðanum, sko. Nei, ég meina, ef þú ert bara hugsa fóbíu fyrir hlaupabretti Þú veist, ég er búin að missa 5 kíló á 1,5 mánuði við að fara í ræktina og kötta út nammi, sko. Ég misti 4,7 á einu mánuði með að kötta út nammi og bjór Geðvegt. Já, takk, Geðvegt. takk Ég fór aldrei í ræktina En ég meina, þú veist, ræktin hjálpar. Já Ég er ekki þess að ræktina, mér finnst bara leiðilegt að skilur Já. En það er ekki bara fóbía. power to you að fara á það gaman Já, en það er ekki fóbía hjá þér. Ég er með Ég finnst svona það bara leiðilegt. Ég held ég sé ekki með neina fóbíu, Það sem sko, það er svona hólur í húð Já, húðinni, já, ég hef heyrt af því áður hjá þér Það er mjög skrítið Mér verður bara physically flögurt Þetta er fóbía og þetta, veist, ég verður bara svona Það er svona skrítin fóbía Ég veit ekki hvað þetta er Þetta er svona, veist það svona Craterphobia. Nei, hvað heitir þetta maður? Þetta er eitthvað svona jigga-fóbía Kinnhólu eitthvað Jigga-fóbía. Já, ég veit ekki, ég tengi ekki, sko Á ég að smakka hann jólabjörn? Hann er góður, sko Mér finnst það góður Nei, ég held að ég sé fóbíulaus sem ég man ekki eftir neinu allavega Hvað er næsti eftir þessum? Þáttur sem er með mestu hlustun og eftir þessum er lítaaðgerðir Já. Hann skoraði helviti átt Ok. Voru það ekki bara ég og þú líka? Ég og þú og við vorum ég var að disastera og Já, fórst yfir ansi margt og líka duckface varinnar ógeðslegt Stelpur hætti þessu Hættu. Bara venjulega varir eru fallegar Mjög fallegar. Segja ykkur eina sögu hérna ég var að tala fórum út jammið og ég hitti þessa konu 41 eða eitthvað og ég gat ekki lesa hana út af því að hún gat ekki lesa Út af hún var stappfull af botox. Já. Það var engin svibriði hún gat valla haft augun opin ég var bara síðan varum við náttúrulega í vörunum og ég leið, herri síðan var ég leið bara já, hérna, ég er lausi eitthvað svona, ég leið, ok, hvað kallmann vildi hann verður við 1,87 með stór tippi og eiga Vá, það eru við allir átt hérna, sko og verður að eiga sko skemmtistað ég leið eiga skemmtistað ég ekki bara það er típa þú ert að minka dæmið þetta svo mikið Sko, ég veit Ásgeir Kolbeinn sem hefur tventað þessu þreymar allavega ég veit ekki betur en já ég gat ekki lesið konuna út af því að hún var með engin svibrið þegar það kom í kinnbeinin og getur ekki brosað hans að líta skringilega út bara já, veist, þetta er stop it Heri, svo erum við tvö vinstaldi viðtölunakar það er náttúrulega Kíló mjög vinstalt viðtal og svo Frosti Loga þegar hann kom til okkar þá var hann á heitum stað það var mikið hatur á honum og svo kemur hérna YouTube og fyrsti hrekkjavöku-þátturinn þetta er geggjað þetta YouTube já, við tölum um YouTube ég og Birkir einhvern veginn og við talum bara, þú veist, byrjun á YouTube og hvað er orðið vinsaldíkin í YouTube gæðislega fyndi hvað búið að breytast við varum bara, já, hérna Mr. Beast með svona mörg hundru hérna, fylgjendur já, hann er búin að dobla þetta já, hann er búin að dobla núna bara á nótæm En hvað þáttu var í þriðasetti með hlustun? Þriðja? Já það er viðtalið við Kíló viðtalið við Kíló, ok og svo eftir því kemur viðtalið við Frosta svo YouTube og svo hrekkjavöku-þátturinn fyrir hrekkjavöku-þátturinn ok maður er með svona ég er með nokkrar hérna hugmyndir yfir mér langar að halda áfram með viðtöl en mér langar að hafa það vill bara ekki svara já, en mér langar að vera með viðtöl við alvöru fólk
alveg ekki eitthvað svona fólk niður í 101 sem við fram fyrir byrja. Nei, þess vegna sagði ég á það, eitthvað áhugavert fólk. Já, sem hafa lent í Já, sem hafa eitthvað að segja. Já. Eitthvað að sögu. Já, eitthvað svona alveg, veist, eitthvað svona geggjað, sko. Það væri geggjað, sko. Já. Ég er alveg til í það. Já. En, bara ef fólk myndi vilja það, sko. Það er svona... Láta okkur vita í kommentin. Viltu athygli, heyrði okkur. Já. Í kommentin hvar? Það er hægt að kommenta undir þætt á Spotify. Reyndar, já. Þið getur kommentað bara undir hvert þátt á Spotify. Já. Bara nýtið það, endilega. Þið getur ekki að senda okkur e-mail. Það er bara bublurbjó.is. Þið sjáu það þar á síðunni, þar getur þið ítt á e-mail og eitthvað. Er það? Já. Vá, ég veit ekki neitt. Ég er búin að vera ógeðslega lengi að hugsa bara hvernig var að biðjum feedback, að biðjum sögur eða eitthvað frá bara bublurbjó.is. Það eru allir samfélagsmiðlarnir okkar og linkur á að senda okkur mail. Ok. Það er bara basic, sko. Ok. Herru, ég ætla að fara yfir hvað hann er verið að hlusta á okkur. Það er alveg nokkuð lönd og ég er bara svo innilega vonandi að sé ekki eitthvað gæi sem er bara þú veist heimsóknar flakki sem er að hlusta á okkur. Ég er vonandi að sé ekki bara eitthvað eitthvað allavega, eitthvað sýrlendingur sem slapp úr skápnum hjá þér og er á flótta. Akkur er það skápnum mínum? Ég veit það. Þegar hann var inn í skápnum þínu. Ég er með fæstu skápana per herbyggi. Þrösti sagði það. Herru, það er alltaf langt flestar að hlusta á Íslandi, eðlilega. Ég ætla að vona það. Það eru ekki alþjóðlegir. We're global. Við erum ekki að tala ensku hérna, sko. We're global, man. Herru, það er verið að hlusta á okkur, það er slatti í Bandaríkjunum. Þekkið þið eitthvað í Bandaríkjunum? Nei, ekki heldur. En það er alveg, sko, slatti hlustuð þaðan, sko. Þannig að bara Íslendingar in the USA. Shut up! Látið ekki æs ná ykkur? Já, látið ekki æs ná ykkur. Herðu, svo náttúrulega er líka það Noregur, það Danmörk, Holland, Svíþjóð, Spánn, Færeyjar, Bretland og Ítalía. Já. Ég segi bara sjátt að alla sem er að hlusta erlendis. Já, bara takk fyrir. Ég vona þetta sé ekki bara eitthvað gaur að flakka heiminn, sko. Já. Það er bara, það var í vandræðarett. Kom enginn, hlustaði ég ekki þegar ég var út í Tyrklandi? Man ekki hvort ég hlustaði, kom ekki það? Það er bara eitt þáttur en það bara náði ekki inn á tölfræðina. Ok. Hljóður þetta hlusta á 2. Ég er að hlusta á fleiri þetta úti. Já. Fínt þegar fólk er fyrir sko, þátturinn gengur út á það þegar þú hlustar. Innum eitt, út hitt. En gaman. Þá ertu í vinahópnum. Þá ertu partur af okkur að vera bara í út af því þú sagðir meira þess að Davíð að þú varst að hlusta á okkur þú vildir vera í samræðunum út af því að ég var að tala eitthvað vittlaust út af raskatur mínu sem gerir hann svo oft sem er mjög gaman og ég ætla ekki að breyta sjálfum mér. Nei, en það viljum við það ekki. Ég var til að breyta alls konar. Nei, þú breytir ekki fullkomnun, sko. Oh my god, þetta ekki bara sofa hjá hana strax. Sko, þetta rung á milli því ykkar Þröstur og Birgir. Þetta er orðið mjög skrítið, sko. Þetta er orðið mínu upp í, sko. Þegar maður er að Davíð, við skulum prófa að mæta ekki næsta þátt að sjá hvað gerist. Það er bara, þeir eru komin í bara live sex show. Það verður móða á glugganum. Það er bara live sex show hérna í einhverju podcasti. Það verður móða á glugganum. Heyrist alveg. Það er ekki gluggið. Heyrist alveg. Áfram. 3 sekúndur. Ég ætla bara að dundra áfram með tölfræði. Hvernig er fólk að hlusta? Flestir, eða 47,5% er að nota Spotify, 14% er að nota Apple Podcast og restin er að nota Pocketcast appið eða bublurbjór.is spilaran. Það er spilar á bublurbjór.is og allir þættirnir eru þar. Davíð, hvar ert þú? Hefur aldrei farið á bublurbjór.is? Nei, ekki heldur. Það eru allir, Ég vissi ekki einu svona þessu. Ég vissi ekki að það væri til. Ég takk þetta í fucking Facebook postum, sko. What? Þið eru hálfvitar. Þú veist, á bublurbjór.is getur skrifað með U eða U, skiptir ekki máli, þú færið það upp. Ok. Það eru spilari með öllum þáttunum okkar. Oh my god, það er heimasíða. Já, það eru Instagram feedu okkar er hana og það eru linkar á alla social shit sem við erum með. Já, fólk vissi þetta ekki. Shit, man. Vissi enginn af ykkur af þessu? Hvað er ég að gera fyrir ykkur? Djöfisins hálfvitar. Já, ok. Okkur lestu okkur ekki vita. Akkur leti Þegar þú segir það. Þið lækið alla Facebook posta. Kíkið ekki á það sem ég er að skrifa. Jú.
Jú, þegar Kíkja ekki á linkana sem ég set Nei, Ég man eftir að sé þessu linka þegar þú Ég segir það set alltaf Spotify, Apple Podcast og svo taka ég neðst búblurabjór.is Já, kemur í bláu letri Hver horfir á linkana? Ekki þú greinilega Nei, absolutt Þetta er flott heimasíða Geðvik síða Já, Þetta er flott, ógeðslega flott Mjóna síða. með Við hana þurfum að bæta þeim tvö minn. Bæta þeim inn hvað? Hvar? Er ekki talað um okkar á síðunni einu sinni? Ég veit það ekki Þetta Nei, bara er þú og bara- Davíð. þetta- þetta er Já, bara- þröstur eru gestir Svo hvað? Já. Já. Allavega, búblurabjór.is Anyway, ok. Tjekkið á því Þið líka 3 hálfvitar einna Jep. Er það ok? Það er spilun að koma í gegnum það Þetta er rosa skemmtilegt, þetta er flott síða Takk fyrir, hún er búin að vera til frá byrjun Í 2 ár Takk fyrir að taka eftir henni núna En hvað með YouTube? YouTube það linkur á YouTube hann inn á þessu síðan Ok, cool. Já, god damn motherfuckers Sorry Ég er búin að hakkast í þessu í 2 ár og bara þið voru að taka eftir þessu núna Þú ert æðislegur Við auglýsum Gjörsamlega þetta ekki. æðislegur Frábær dagur. Gleðileg jól motherfuckers Við elskum þig Herðu, ok 41,4% nota Apple tæki Android 20% af því að þú veist, það er bara low class people restin er Windows, Mac OS og annað ég er að djóka það tekur engin eitt alvarlega sem ég segja það Herru, svo síðasta, hvenær er verið að hlusta á okkur? Já. Það er mest hlusta á okkur á 50 dögum sem mest magnað því að þættirnir koma út á sunnudögum en á 50 dögum þá er fólk mest að hlusta á kvöldin Og fólk búið með allt annað sem það hlustar á í vikuna og Já, bara, basically, já, gefa þeim séns Ok en það er greinlega verið að hlusta á okkur og svo fólk var í svefn því þetta er eftir 9 á kvöldin sko. Fólk er bara svona að leggjast upp í ok, ég get hlusta og ekki hlusta og sopna út frá Ættu við að vera með eitthvað svona ASMR alltaf í lok þáttana Er það sopna? Ég veit svona, svona fá ykkur svona gerfineglu svona Já, einmitt Og svo allt einu Vaknaðu! Já og gefa fólki svona bara hvað ertu að gera við lífið þitt? Er mamma einn stolt að þér? Já Og bara, Hvað sér þið? heldur að börnin virði þig? Er það sopna? Heldur þú að ég er fyrir reikningunum næstu manna? Já, akkurat Fólk sopnar ekki núna Slöktir á eldavílinni Læstu hurðinni Er útidyrðu hurðin læst Komdu núna, komdu Vá Ekki Alla, ok, það er langt mest að hlusta á okkur á 15 skvöldu sem ég skrýti Það er mjög weird Það er alveg views á YouTube hjá okkur Ég veit það Takk fyrir að taka eftir því líka núna eftir Erum við 2 með ár. YouTube-rás? Já, podcast YouTube rás því að eftir að Google Podcast hætti þá færðist allt yfir á YouTube Var Google með podcast? Oh my god Herðu, ok En svo er líka verið að slatta okkur á mánudögum sem er eðlilegra því að það er á sunnudögum og það er mest, fólk er mest að hlusta á mótnana bara byrjum vinnudags bara lagir gómandir og Fólk er að býða þessum sé En fólk er að býða það Starta Þannig að, vikuna á réttum fæti sko. Og eins og segi, ég er með alla tölfræði nema hversu mikið áfengi hefur drukkið hérna Það er allt og mikið Það er allt og mikið Við viljum ekki vita Djöfull þarf ég að pissa maður Já, fara að pissa Nei, þið bara talið mig bara með hann Æ, ég heyra eitthvað sem er þá tekið mér út Farðu, svo við getum Tjöðlega leiðlum Svo í herberginu Anstæðin Too soon Þetta er samt búin að vera Wild ride sko. Ég var að segja við fjölskyldum minna að við vorum að fara að taka upp 100. þáttinn og þau voru bara what? 100 þætti það er geggjað ég er svo ánægður með þetta ferðalag Já, ég vil líka taka það fram að þú átt svo ógeðslega, þú Birkir átt svo mikið kút á skilið af því að þú átt allar þessar hugmyndir af efni sem við erum að taka upp Þátt eftir þátt Þátt eftir þátt Við basically mætum hérna og tölum bara með raskatinu og eitthvað, þú veist, af því að þú heldur þessu gangaði, þú ert aðsprauta nýjum sko. Þú átt bara alveg allt hróskil með fyrir það Og þetta er eins og við erum búin að vera að segja sko, að þetta er, við erum búin að segja þetta mörgur sem áður þetta er ákveðin þerapía fyrir okkur að komast út bulla, hafa svolítið gaman drekka svolítið og bara þú veist fingurinn upp í lofti sko. Já, við fáum okkur ekkert að drekka í einhverjum einasta þætti Nei, alls ekki sko. Alls ekki, en þú veist, það er svona sérstök tilefni, þá fáum við okkur og það er bara time of our lives og ég mæli með þessu fyrir bara þá sem er að hlusta þú veist, skýt með það hvort þið fáið 1.000.000 áhlustundur eða eitthvað Já, þú veist, það skiptir ekki máli ég mæli bara svo með þessu ef þú átti eitthvað svona kjarnavinahóp leigið eitthvað stúdíó komið einstaka sinnum og bara bullið og það er
þetta er svo gott fyrir ykkur sko. Það þarf ekki að gefa þetta út. Nei. Ekkert frekar en fólk vill. Eins og við gerum með fyrstu 2 þættina. Já, það eru margir, það eru fleiri en þessi 2 þættir sem ekki komið út sko. En bara með það að bara prófa sig áfram. Já. Og þetta er svo geggjað sko. En þegar einhver sagði sko, já, hérna, þetta er erfitt að vera með podcast. Ég ekki alveg, það getur ekki verið erfitt. Það getur ekki, séðan alveg, jú, það getur komið erfitt þegar maður komið 100 hugmyndir af einhverju topic. Það er alveg töff sko. Já, fyrir eftir hvernig podcast þú vilt vera með. Ég meina, það eru til skriljón tegundra podcastum. Það er til podcast fyrir veiðimenn og þú veist og alveg meira nýs, bara flugu stangveiðimenn eða eitthvað skilur eða bara kvikmyndir eða veist, true crime akkurat, þú veist, þú getur bara mætt og lesa upp ljóð eða þú vilt skilur bara, þú veist, þetta kostar ekki mikið, þetta er bara, já við reynum allan að hafa gaman Það er ég er bara ennþá að hugsa þess að klósettið sem er hérna, það veit ekki að það er 5 cm stittir heldur en klósettið sjálft. Já, ég tók eftir því á hann. Ég var bara að pissa svo lengi, ég gæti ekki annað að hlusta á þetta. Sest alltaf niður til að pissa? Nei, ég stóð og horfði niður, fáið Liftir ekki setinu? Liftir ekki setinu? Ekki hérna. What? Það er ekki hvern maður hérna. Pissar bara yfir allt? Nei, ég pissa ekkert á setuna. Ert þú að miða á setuna? Okkur er þetta að pissa á setuna? Ég er ekki að pissa á setuna. Maður liftir setunni. Maður liftir setunni. Það koma víst hvern stelpuringa, konur. Hvenar? Bókstala myndir á ganginum hérna af öðrum podcastum. Er ég að lifta setunni fyrir myndirnar? Óléttar konur hérna hægri vinstri og þú pissar á setuna. Ég pissaði ekki á setuna. Ég kann að miða, ég er 45, ég er búin að æfa mig í 45 ár. Ég geði ykkur í þessu, ég geði ykkur góður að pissa, hættu þessu. Herðu, Daði, Það er fucking leiðilegt. Tölfræðin, hver er svona meðal hlustun per þátt? Hún er alltaf miklu meiri þegar ég er. En svona meðal per þátt. Við ætlum ekki Við ætlum ekki að útlista því. Nei. Bara fyrir Sumir þættir minna en við vildum, aðri þættir mjög mikið. Okay. Við höfum prófað hinn og þessa þætti og sumir þætti bara hafa ekki virkað og þætti sem framhaldsþættir virka ekki. Nei. Við komumst vel að því. Við prófum að vera með sko 2-parter og það var alveg minnstaflustun á Star Wars. Og seinni hlutan á Star Wars, það var mjög lítið hlustun. Það er bara því að seinni hlutin á Star Wars universunu er bara ömulegur. Við kennum bara því. Þetta er George Lucas að kenna. Disney að kenna og George Lucas. Þið vissi ekki einu svona Star Wars sennistu og ég var að ranta bara í hálftíma. Já, akkurat. Fólk var bara, fuck that shit. Ég skal viðurkenna, ég var ekki í þessum Star Wars þáttum en það var ég, nei, ég var ekki. Ég bara, mér varst það frekar leiðilegt sko. Þó ég horfa Star Wars og horfst á alla myndirnar og allt það. Dróst aðeins svo mikið á þetta var svolítið, þetta var þungt efni. Við vorum að þið voru að prófa, maður verður að prófa. Og við læriðum að þessu, þetta virkar ekki. Já, en líka bara enn og aftur, bottom line-ið fyrir mig allavega ég er ekki að þessu til að verða eitthvað superstjarna sko. Segir hver sem sagði hérna, fór viral hérna á tímabili, sagði að einhver gömul kona var að segja sögu í 2 tíma eitthvað gott dick og það fór viral. Titanic? Já. Gott dick um borðið skemmtifæraskipinu. Það fór viral. Já, það var ekki meiningin. Þú varst að reyna að vera vinsæll. Nei, það var svo góð punktur þegar þú sagðir þetta og sér allt innu bara svona, veist, 20.000 manns búin að sjá þetta og allir bara eitthvað what? Þetta var drullu gott komment sko. Þetta var mjög gott komment. Ég takk fyrir það. Það var svolítið skemmtilegt þegar fólk í vinnunni var bara eitthvað ég sá þig á TikTok í gær. Fuck. Hvað var ég að segja? Which one? Hvað sagði ég hann aftur? En þetta er eins og aftur þetta ferli er ég ætla að taka mörg ári viðbúð. Ég er bara á meðan að er það ekki? Á meðan að þið halda áfram að mæta þá mæti ég sko. Ég líka. Já, ég er hérna á kantinum. Ég kikki við til að rífa upp hlustunina.
Þú ert fjórði bítillinn. Takk fyrir. Hey Ringo. Ertu Ringo? Ég myndi nú segja að ég væri John Lennon, annars væri þetta ekki hérna sko, en alltaf lagi, ég skal vera Ringo. Þú ert Ringo. Það er minna það, ég er ennþá tækni með hann baka þættina. Ekki alveg lengur. The same was with Ringo. Nei, þú gleipir ekki þetta, þú setur lagið byrjun og endan á búið. Ég klippti það allavega. Þetta er alveg bara fullkomlun sko. Ég tók út þegar þú sagðir eitthvað unethical. Ég hef tekið fullt unethical. Ég hef ekki heyrt það, ekki þáttu sem ég hef verið í. Nei, út af því að ég klippti það út. Ég hef aldrei sagt neitt rangt í þessu. Nei. Þú er sannlega king of wrong saying hérna sko. Undanfari er ég búin að vera leið. Ég ætla að halda þessu. Birki helt inni þá kallaði mömmu þína hóru. Já, reyndar. Og þjóðina. Þjóðina. Og þú baðst að láta klippa þetta út. Nei. Rifjum þetta upp í hverjum þætti. Hvað mamma en... Ok, við skulum gera það. Let's not. En það er einmitt það sem er partur Þetta eru þín orð. Partur af þessu dæmi er að við komum að dyrunum eins og við erum. Já. Ég fylltar mig helling sko. Ekki ég. Ég fylltar mig rosalega. Ég gerði það í upphafi, en ég er eiginlega alveg hættur í sko. Sko, það er einn þáttur sem átti að vera í vídeo. Það var ekki hægt. Það var ekki hægt. Hvað var það? Jú, Daði var svo fullur. Já. Það spuna þátturinn. Ég var allt og drukkin og ég var svo eins og ég segi, ég senda okkur skilabóð þar sem ég afsaka bara hvað ég var fucking fullur og leiðilegur. Ég var ógeðslega ég ætlaði að klippa hann í vídeo. Svo var ég bara, þetta er bara 2 mínútur bara, nei. Bara ég get ekki gert börnunum mínum og konum mínum það að þetta sé á netinu einhvern tímann í framtíðin. Þannig að loksins þegar þú horfir á þetta í replay, Já. þá fattar þú hversu fullur þú varst. Sko, þarna var ég bara komin of langt í góða heiminn. Já. Þú veist, það kemur fyrir. En þetta var rosa skemmtilegt. Já, Við höfum gaman. En djöld var ég leiðilegur. Það er bara, ég horfði á þetta og ég bara, þú veist, ég vildi ég ágætlega skemmtilega glasi, en fuck, ekki þarna. Sko, á 9 ári vil ég rematch í ammælinu mínu. Já, þá ætla ég að byrja þá ætla ég að byrja rematch, spunni rematch. Þá ætla ég að byrja að drekka þegar við byrjum að taka upp. Ég ætla ekki að byrja 5 tímum fyrr eins og ég gerði þarna. Ég bara shit sko. Já, alveg til í annan svona spunnagaur sko. Já, þá er ég búin að þá var það betur undirbúið. Þetta var fínt seinast, en næst ætla við að hafa þetta geggjað. Þá er þetta bara spil sko. Miklu skipulegra og meira svona, hvað maður segja, meira svona að reyna að fake out skilur hinn. Já. Og hérna og já, bara ekki svona ógeðslega drukkinn Daði. Síðast þá var þetta bara, þú veist, gert hérna 5 mínútur fyrir sjóið. Já, þetta var bara hending. Þetta var svona hugmynd hjá mér og bara prófa. Já, og svo vorum við að hamast við að skrifa miða hérna bara, þú veist, og svo ítum á rekk og bara, let's go! Já, bara skipilegum ég þetta betur þegar þetta tekið upp í janúar. Ég kem bara með spil ready fyrir ykkur. Geðvegt. Er það ekki? Hlakka til. Hærðu, Sounds like a plan. er það ekki? Geggjað. Þanga til þá. Já, bara þökkum fyrir þáttum með 100. Gleðileg jól Takk fyrir hlustununa. og elskum ykkur. Love you. Og ég elska ykkur 2. Ha? Hvað sagður? Ég elska ykkur 2. Hvaða 2? Hver er þú? Bye. Bye. Motherfucker.